Við fjölluðum í gær skattaskjólsskýrsluna þar sem komist var að þeirri niðurstöðu að ástæða þess að fjöldi landsmanna hefði átt skúffufélög víða heim hafi fyrst og fremst verið til að komast hjá sköttum. Og það hafi þeim líka tekist. Skýrslan bendir einnig á að fjölmargt þurfi að rannsaka betur og bregðast við, en það mikill misskilningur ef einhver heldur að aflandsbrask Íslendinga hafi fjarað út með fjármálahruninu haustið 2008 eins og við sjáum hér á eftir. Boltinn nú hjá nýjum fjármálaráðherra sem verður gestur okkar hérna á eftir. Já, en þá að því umfangsmikil aflandsvæðing fyrirhrunsáranna kom mörgum í opna skjöldu þegar Panamaskjölin voru afhjúpuð. Við fjölluðum í gær skattaskjólsskýrsluna þar sem komist var að þeirri niðurstöðu að ástæða þess að fjöldi landsmanna átti sér skúffufélög víða heim var fyrst og fremst til að komast hjá sköttum. Það þó misskilningur ef einhver heldur að aflandsbrask Íslendinga hafi fjarað út með fjármálahruninu. Það enn sprelllifandi. Við ætlum að ræða þessi mál við fjármálaráðherrann Benedikt Jóhannesson hér á eftir, en fyrst ætlaði Aðalsteinn Kjartansson og Guðmundur Bergkvist að bæta aðeins við aflandsupplýsingarnar, en þeir skoðuðu starfsemi þess sem kallað hefur verið arftaki íslensku bankana í Luxembourg, Arena Wealth Management, sem fjallaður í skýrslu starfshópsins, auk þess sem þeir ætla að rýna umsvif félagsins eins og þau koma fyrir í Panamaskjölum alþjóðasamtaka rannsóknarblaðamanna. Í kringum hrunið stofnuðu nokkrir af fyrrverandi starfsmönnum íslensku bankana í Luxembourg sitt eigið fjármálafyrirtæki. Þar segir sinntu hlutverkum sem kallaðir í 10. fréttabréfi ríkisskattstjóra, auðlegðarstjóra. Þetta fyrirtæki tók yfir umsýslu með fjármunum viðskiptavina sem áður voru í viðskiptum við íslensku bankana í Luxembourg. Þjónustu sem eins og skýrsla starfshópsins sýndi snerist að koma viðskiptavinum bankans undan sköttum. Þetta fyrirtækið Arena Wealth Management sem sagt í skýrslu starfshópsins vera einn af arftökum íslensku bankaútibúanna í Luxembourg ásamt Bank Haviland sem stofnaður var á grunni Kaupþings í Luxembourg. 23 aflandsfélög eru skráð á vegum Arena eftir hrunið 2008. Það nýjasta var skráð árið 2015 samkvæmt Panamaskjölunum. 29 öðrum félögum á vegum Arena var lokað að beiðni viðskiptavina eftir hrunið, sem gefur vísbendingu að þau hafi verið í notkun eða þjónað einhverjum tilgangi fyrir raunverulega eigendur þeirra. Samtals 52 aflandsfélög eftir hrun. Hafa verður í huga að Panamaskjölin ná bara til félaga sem stofnuð voru á vegum Mossack Fonseca. Íslenskir bankar nýttu einnig aðrar lögmannsstofur sem störfuðu í sama geira til að útvega viðskiptavinum sínum aflandsfélög. Kaupþing var umsvifamest en nýtti Mossack Fonseca lítið. Glitnir var svo í viðskiptu við enn aðra lögmannsstofuna til að veita sínum viðskiptavinum aflandsþjónustu. En hvernig fæddist þessi arftaki aflandsþjónustu íslensku bankana í Luxembourg? Í grófum dráttum með tölvupósti. Landsbankinn í Luxembourg fór í þrot 12. desember árið 2008. Stuttu síðar kom einföld skipun frá starfsmanni Landsbankans í Luxembourg til Mossack Fonseca. Færa ætti fjölda félaga frá Landsbankanum til Arena. Mennirnir á bakvið Arena Wealth Management voru, samkvæmt gögnum Mossack Fonseca, þeir Ingi Karl Ingólfsson, Arnar Guðmundsson, Kjartan Guðmundsson, Halldór Þorleif Stefánsson, Guðjón Sævarsson og Þorsteinn Ólafsson. Meðal viðskiptavina Arena Wealth Management eru hjónin Ingibjörg Pálmadóttir og Jón Ásgeir Jóhannesson. Fjármunafærslur og fjárfestingar þeirra í og í gegnum aflandsfélög eru lýsandi fyrir þá starfsemi sem Arena virðist aðstoða viðskiptavini sína við. Með aðstoða Arena hafa Ingibjörg og Jón Ásgeir geta nota fjármuni sem með einhverjum hætti enduðu í Panama-félaginu Guru Invest til að fjárfesta í verkefnum í Bretlandi og Íslandi á undanförnum árum. Eftir hrun hefur Arena einnig starfað fyrir aðra þekkta viðskiptamenn fyrir hrunsáranna. Viðskipti Sigurðar Bollasonar með aflandsfélög í nafni kornungra barna sinna voru gerð í gegnum félög sem eru í umsjá Arena. 3 börn Sigurðar voru látin vera þáttakendur í viðskiptum hans þegar þau voru á aldrinum 1 dags til 6 ára gömul, en börnin eru skráðir eigendur skúffufélags sem Arena heldur utanum. Þorsteinn Ólafsson, starfsmaður og hluthafi í Arena Wealth Management, sjálfur með prókúru í nokkrum félögum sem tengjast Sigurði og barnalánum hans. Í skriflegu svari við fyrirspurn Kastljós segist Þorsteinn ósammála því að Arena Wealth Management sé arftaki íslensku bankana, en sammála skýrsluhöfundum að það hefði verið heppilegra að vinna skýrsluna betur og byggja á raunverulegum upplýsingum. Þorsteinn segist ekki hafa skoðun á niðurstöðu skýrslunar að eigendur aflandsfélaga hafi almennt látið stofna þau til að komast undan skattgreiðslum á Íslandi.
Ísland og Luxemburg hafa undirritað samkomulag OECD aukið gagnsæi sem gerir það að verkum að allar upplýsingar erlendar eignir og fjármagnstekjur Íslendinga fara nú sjálfkrafa til íslenskra skattayfirvalda. Þrátt fyrir að Panama-skjölin gefi til kynna að fjöldi Íslendinga hafi eftir hrun verið meðal viðskiptavina Arena, segir Þorsteinn í svari sínu að langstærstur hluti eigna viðskiptavina séu í eigu erlendra aðila. Já, og það er þetta nálgast frekari upplýsingar þetta á vef okkar rúv.is og þar eru svör Þorsteins Ólafssonar hjá Arena Wealth Management í heild sinni birt líka. Benedikt, velkomin. Takk. Já, þú sest í stól fjármálaráðherra og færð þetta verkefni í fangið, þessa skýrslu, þar sem þessi mynd teiknuð upp, það talað milljarða sem að ríkissjóður hafi orðið af sköttum á hverju ári í 25 ár bara vegna aflandsfélaga. Það talað hugsanlega ólöglega milliverðlagningu sem eru upplýsingar að eigi sér ennþá stað. Og svo virðist vera 200 milljarða króna gat í bókhaldi Seðlabankans yfir tiltekinu utanríkisviðskipti. Þið hefur sagst ætla að taka á þessu. Hvað ætlar að gera og hvað hefurðu gert síðan þú tókst við? Já, þetta er svört skýrsla sem að ég lendi mig í fanginu eins og bendir réttilega á og manni svelgist á þegar maður sér þetta. Það er að vísu mikil óvissa matið á umfangi þessar aflandsfélaga núna, en þau eru ekki á horfin. Aflandsfélögin eru stofnuð til þess að reyna að fela eitthvað og þess vegna er mjög erfitt náttúrulega að vita hvert umfang þeirra er núna. Í skýrslunni er reynt að slá mála á það hvað skattaundanskot gætu verið og það nefndar tölur á bilinu svona frá 5 og upp í 15 milljarðar á ári sem íslenska ríkið minnst hvort hafi orðið af og það er eins og þú segir, nefndir þarna nokkur atriði. Það sem að ég hef ákveðið nú þegar er að láta skoða betur þessa faktúrufölsun. Það er eitt af atriðunum sem Sigurður Ingólfsson nefndi í gær, þar að segja þegar að menn gefa upp reikninga, gefa upp hærri fjárhæð á reikningunum heldur en hluturinn raunverulega kostar og peningar færast síðan inn á einkareikning umboðsins eða heildsalans eða hvað það eða bílasalans á Íslandi. Þetta viljum við láta skoða betur og ég hef ákveðið að halda áfram skoðun á því. Varðandi Seðlabankann þá er það mjög brýnt að það er batni upplýsingastreymi frá Seðlabankanum til þeirra skattaðila á Íslandi sem að fást við þessi mál. Það má nú samt ekki gleyma því að það eru tugir mála í rannsókn hjá skattrannsóknarstjóra, bæði út af Panama-skjölunum og út af upplýsingunum sem voru keyptar hérna fyrir ári eða rúmu ári. Og þetta er allt í gangi en við verðum að halda áfram og stemma stigu við þessu. Það er alveg ómögulegt að láta eins og ekki sé þegar að búið að kortleggja þetta með þessum hætti. Sko það er nefnt þarna fyrir utan auðvitað þessi hefðbundnu aflandsfélög og þessi skattaskjól að þá er þessu raun lýst þannig að tvísköttunarsamningar sem ennþá í gildi við Luxemburg og Holland að þeir séu raun það gallaðir að þeir hafi raun gert mönnum kleift að komast mjög auðveldlega hjá því að borga skatta á Íslandi og geri það raun enn og séu raun ennþá opnir til þess að koma peningum þangað og svo áfram á í einhver skattaskjól til dæmis. Já, varðandi Holland þá er þetta samningur sem kveður á það að sem sagt það sé ekki tvískattað milli Íslands og Hollands sem þýðir þá að íslenskir aðilar hafa sent arð úr íslenskum félögum til hollensks fyrirtækis sem hefur átt einhvern hlut í hlutafélögum og í Hollandi er hins vegar ekki greiddur skattur af arði. Þannig að svo taka menn út úr hollenska félaginu sínu og hafa þannig sloppið skattalaust. Þetta hefur reyndar alveg örugglega minnkað vegna þess að við skoðum það bara hluthafastærstu íslensku fyrirtækjana. Þar voru tugir prósenta hluthafanna í eigu útlendra félaga
en núna þetta hverfandi lítið og rannsókn sem getið í skýrslu Sigurðar og fleiri, að þar sýnir það að þetta eru bara útlend fyrirtæki, alvöru útlend fyrirtæki sem þetta. Þannig að þetta vandamál hefur minnkað mikið, en vel að merkja að þá þessi hollensku samningar sem nú ekki einstakir fyrir Ísland, Norðurlöndin hafa öll sambærilega samninga og ég bara flest Evrópulönd hafa sambærilega samninga við Holland, en á þessu hefur verið tekið í þessu G20 endurskoðun á skattasamningum, tvísköttunarsamningum og jafnframt innan OECD, þannig að þarna er verið að taka á Írum, það er verið að taka á Hollendingum, það er verið að taka á Luxemborg, þannig að, og við tökum þátt í þessu starfi, þannig að vonandi þetta eitthvað sem að á útleið. En ég meina, það alltaf tilviljun að, sko, að þetta á líka við vexti sem borgaðir frá Íslandi, það alltaf tilviljun að sko, megin þorri skulda tveggja stóra álfyrirtækja á Íslandi sé við skúffufélög í Hollandi og Luxemburg. Þetta gat, þetta það rétt hjör og við verðum að reyna að loka þessu gati og það unnið að því á þessum alþjóðlega vettvangi, en við vitum að því. Og kannski vissum við þetta ekki nógu vel áður. En hverju voru að semja því að sko, maður velti fyrir sér sko, þetta gengur svona frekar lengi, stjórnvöldum bent á þetta allt saman. Þetta lítur að vera svolítið áfellisdómur yfir, sko annarkvort, að því við gerum ráð fyrir því að menn sko lesi skýrslur sem gerðar fyrir þá, til dæmis skattsvik sem eins og var talað í gær. Það sem beinlínis bara sagt hvað sé að og hvað þurfa að gera, það samt ekki gert. Nei, þetta náttúrulega bara hluti af miklu stærra vandamáli og þetta ekki bundið við Ísland. Þetta var mun verra hér heldur en við annars. Já, það bara því að menn, svona Íslendingar kannski stökkva svona svolítið á svona vagna miklu meira mæli. Við vorum í miklu meira mæli í Panamaskjölunum heldur en aðra þjóðir og væntanlega vegna þess að bankarnir veittu beinlínis ráðgjöf í þessa átt og nú eru tveir af stærstu bönkunum í fullu eigu ríkisins og sá þriðji með að hluta til og ég hygg að ráðgjöf af þessu tagi sé ekki veitt lengur í íslensku bönkum. En það eru auðvitað fleiri fyrirtæki sem veita svona ráðgjöf. Það hefur komið upp í umræðinni að hreinlega banna það að veita mönnum ráðgjöf sem felur í sér skattaundanskot, þar að segja þá gefum við okkur að þau verði gerð ólögleg sem þau voru ekki hér. Finnst þér það koma til greina? Sko ég nú reyndar ekki mjög mikill svona bannað maður almennt, en ég mjög mikið á móti því að menn skjóti undan skatti og það nú eitt gallinn við þessi aflandsfélög að þau voru lögleg og hvað var það ólöglegt við? Það var en hefði þá ekki betra hefði ekki verið gott að hafa einhvern gæja í fjármálaráðuneytinu sem fannst þetta vera eitthvað sem ætti að banna? Jú, en nú erum við náttúrulega hluti af alþjóðlegu umhverfi, sko. Þannig að við getum ekki alveg bannað. Norðmenn og Svíar voru það líka, Danir líka, þetta var ekki svona mikið þar. Nei, þar hafa líklega bankarnir haldið meira aftur á sér. Gíska já, að það sé vitið það nú. Já, voru líka með reglur sem takmörkuðu. Já, nákvæmlega, en til dæmis skattfríðindi á Írlandi hafa viðgengist mjög lengi og eru núna gerð útlæg úr Evrópusambandinu nýlega með úrskurði, þannig að við verðum að reyna að stemma stigu við þessu eins og mögulegt en ég hef svona í tilefni af þessari skattaumræðu aldrei, þá hef ég lýst yfir við verðum að reyna að grípa í taumana. Ég náttúrulega ekki búin að vera í fullar 3 vikur í ráðuneytinu, en við höfum hort á aflandsfélögin þar sem við ætlum að grípa til þess aðgerða sem ég sagði áðan, en svo það svarta hagkerfið sem við fer sífellt vaxandi hérna. Bara ef að þú hugsaðir hvað heldur að sé svona venjulegur Íslendingur eigi mikið af reiðufé heima hjá þessir, bara meðaltalið og giskar. Maður á kannski ekki að miða við neitt nema sjálfan sig, ég ætla að sé 200 kall, já, en ok, það örugglega til meira hjá einhverjum. Já, það örugglega til meira hjá einhverjum vegna þess að meðaltali, þá þetta 180.000 krónur á mann. Þetta 900.000 kall á hverja 5 manna fjölskyldu og þá spekular maður vegna þess að flestir eru bara eins og þú og ég. Maður á eiginlega aldrei klink eða seðla
það eru einhverjir sem eru með alveg rosalega mikið af seðlum. En er þetta ekki Þannig að svarta hagkerfið, það hefur meira heldur en sem sagt seðlar og mynt í umferð, hafa meira en tvöfaldast, næri 2,5-faldast frá hruni. Sem þýðir það að þetta hagkerfi, það grasserar. Þarna hef ég líka ákveðið að grípa til aðgerða. Nú er það þannig að það er leyfilegt að borga mönnum út laun í reiðufé. Þannig að það er ekkert hægt að rekja það. Ég vil undirbúa löggjöf þar sem þetta verður gert ólöglegt. Menn koma og borga heilu bílana í reiðufé. Ég vil láta kanna það. Er hægt að setja löggjöf þar sem við segjum hlutir sem kosta yfir ákveðinni fjárhæð verður að borga með bankafærslu eða kreditkortafærslu. Þannig að þetta rekja ferilinn. Þetta er eina leiðin til þess að loka þessu svarta hagkerfi að stoppa peninga. En þannig erum við að tala um peningaþvætti, hreinlega bara. Já, en af hverju þá ekki fleiri að sinna því? Já, en þetta gæti verið peningaþvætti og það er enn annað sem við höfum tekið upp í fjármálaráðuneytinu og ég var í sambandi við innanríkisráðuneyti sem er yfir peningaþvætti aðgerðum okkar og sem að þið bentu réttilega á í þættinum í gær að við sinntum svo illa að það var gerð athugasemd á vegum OECD að við bara værum ótæk í þetta samstarf. Nú ætlum við að taka á því að mikilli hörku, bæði með innanríkisráðuneytinu, við ætlum að vinna þetta með skattrannsóknarstjóra, ríkisskattstjóra, öllum skattstofnunum ríkisins og ég held að hafi kannski vantað svona pólitíska baráttumann fyrir þessu. Þetta hefur svona verið svolítið eins og þú kallaðir, var einhver gæi í fjármálaráðuneytinu sem var ekki nógu sniður. Það kannski vantaði það að fjármálaráðurinn sjálfur segi, heyrðu, við ætlum alveg að berjast fyrir þessu, við ætlum að segja þessu tegund af svindli, stríð á hendur og þá erum við bæði að tala um aflandsundanskotin og svarta hagkerfið og verðum bara að berjast við það með öllum þeim ráðum sem við getum. Það verður nóg að gera í höður, Benedikt, takk kærlega fyrir komuna í Kastljós.